was empty dreams and broken soul. I went down barbarian road. We took my burden, brought me safely home. Now the earth beneath my feet is holy ground, and my shoes are off and I'm laying down. For the glory of the Lord is all around. There's a glimpse of thee for all eternity. I went down barbarian road, where I lost my way and couldn't get back home. I went down barbarian road. All I saw was empty dreams and broken soul. I went down barbarian road. We took my burden, brought me safely home. With open arms and eyes to the sky, I hear your voice, you speak to me. Without your holy grace, I'd surely die. Your love for me is all I need. I went down barbarian road. I went down barbarian road. With open arms and eyes up to the sky, I hear your voice, you speak to me. Without your holy grace, I'll surely die. Your love for me is all I need. I went down barbarian road. I went down barbarian road. Ágætu áhorfendur, ég býð ykkur velkomin á þessa stund sem framundan er og Konráð Rúnar Friðfinnsson heiti ég og ég er kristinn í boði. Ég hef lengi gengið mig í Jesú, ég er búinn að ganga með honum síðan 1989 er hann leysti mig til sín og það var svo staðista stund sem ég varð fyrir og ég trúi því að þú getur gefið sama vitnisburð ef að þú ert frelsaður eða frelsuð á annað borð. En til þess að menn geti frelsast og þá er nauðsynlegt að þeir heyri orðið og það er einmitt það sem ég ætla að tala við í kvöld, það er eða hvenær á hvaða tíma sólarhringsins sem þetta er flutt, að þá var það einmitt orðið sem ég langaði til þess að segja þið frá. Það gerði ég mér fljótt grein fyrir að það var orðið sem var að ganga út og það er orðið sem að Drottinn sem sagt notar til þess að frelsa fólk eins og við tölum breyta hugafari fólks yfir til sín, þannig að það sjái hann, það er að segja Jesú Krist, með augum kærleikans, með augum föðurins og það gerist aðeins í gegnum orðið. Áður við förum lengra inn í þessa stund, þá skulum við biðja
og sem sagt biðja Drottinn að gefa okkur opið hjarta fyrir því sem hann að fara að gera. Himnesku Faðir minn, Drottinn minn Jesús, ég þakka þér fyrir það að þú ert hérna, Drottinn minn. Þú ert hérna til þess að leysa okkur, þú ert hérna til þess að lækna okkur, þú ert hérna, Drottinn minn, til þess að frelsa okkur, Drottinn minn, og gefa okkur innsýn inn í það sem þú ert að hugsa og pæla, Drottinn minn. Ég bið þig, himneskur Faðir minn, að ég stígi til hliðar til að þitt orð megi ganga út, Drottinn minn Jesús. Hjálpaði mér, Drottinn minn, til þess að gera þinn vilja. Já, Drottinn minn, hjálpaði mér til þess að vera þitt verkfæri, verðugt verkfæri, Drottinn minn, eins og þér einum ber að nota mig, Drottinn minn, og hjálpaði mér til þess að ég gefi þér alla dýrð, og hjálpaði líka sömulega þeim sem horfa og hlusta að þeir opni hjarta sitt fyrir þinni dýrð, Drottinn minn, og geri sér grein fyrir nauðsyn þess að vera með þér, Drottinn minn. Horfi ekki á menn, heldur að horfa á þig, himnesku Faðir minn, í þínu heilaga blessaða nafni. Amen. Já, vinir, eins og þið heyrðuð, þá er þetta bæn. Bæn er ekki eitthvað ritual sem við lærum utan bókar. Það er allt í lagi að eiga slíkar bænir, en þær bænir sem að bærast í þínu hjarta bara hér og nú, það eru bænirnar sem Drottinn vill heyra. Það eru bænirnar sem hann vill að þú tilengir þér, vegna þess að við erum breytileg frá einum degi til annars, og mér líður vel í dag, en það er enginn sem segir mér að það verði ekki komin upp önnur stað og á morgun, og þá þið bænin á morgun einhvern veginn öðruvísi. En nú er dagurinn í dag, morgundagurinn kemur með sínar þrautir, gleði, sorgir eða ánægju. Enginn veit sína ævinni fyrir öll eins og við þekkjum, að við skulum akkurat vera hérna núna á að hlusta á orð Guðs. Það kannski óraði engum fyrir, kannski fyrir 10 árum síðan, en þetta er nú þannig samt. Hér eru við, ég er að tala og þú ert að hlusta. Þannig leiðir Drottinn alla hluti saman, en þetta hafði allt sitt upp af. Þetta byrjaði allt þannig þegar að Jesús fæddist inn í þennan heim, þegar María, svokölluð María mey, ól þennan pilt í heiminn. Þar með hófst þetta ferli sem enn er í gangi, því að Jesús, hann var að vísu krossfestur, en hann lifir. Og einn daginn þá mun hann koma, og hann er að fræða þig núna vegna þess að hann vill að þú sér tilbúin. Þegar hann kemur, þar að segja andiðin sé tilbúin. Það snýst málið, þar að fræða hjartað þitt, andaðinn, hann þarf að nærast af orði Guðs. Þemað hjá mér núna er þegar Jesús var svikinn. Við þekkjum mörg hver þá sögu, við vitum það að það var Júdas Ískariót nokkur, einn af þeim 12 sem voru í fylgdarliði Jesús Krist meðan hann gekk hérna, að hann sveik hann. Ráðamennirnir, gyðingarnir sem ekki vildu meðtaka þennan mann sem lausnara sinn og frelsara, að þeir voru búin að ráða ráðum sínum þannig að fá eitthvað til þess að svíkja Jesú Krist. Og það var best fyrir þá að ná í eitthvað sem var í hans innsta hring. Við skulum segja að Jesús hafi verið í miðjunni, en í kringum hann voru 12 menn. Og það var best að reyna að fá einhvern af þessum 12 til þess að koma stað Jesú, því að hitt hefði verið miklu erfiðara. Og í hópnum var einn nógu foreftur til þess að taka þessar áskorun, og hann hét Júdas Ískariót. Og það er svo merkilegt ef við förum að skoða þessa sögu. Ég veit ekki, það er nú ekki mikið predikað þetta efni finnst mér, en menn auðvitað tala það sem að Guð leggur þeim á hjarta, en hann hefur lagt mér þetta á hjarta að gera þessu einhver skil allavega í þessari predikun, og ég trúi því að hann verði með og leiði þetta til lykta, þannig að menn komist frá þessu svona og skilji hvað máli snýst. En Júdas sem sagt að hann var nógu forhertur til þess að geta svikið þennan merkilega og mikla mann, Jesú Krist. Júdas var í hópnum, hann var í innsta kjarna Jesú Krist. Jesús var í miðjunni og Júdas var einn af þessum 12 sem að skipaði sér í hringin kringum hann, í skarðið fyrir hann. En sem sagt hann brást
og það opnaðist leið fyrir óvinnin inn í þetta samfélag og þeir náðu höfuðpörnum Jesú Kristi og krossfestu hann. Það var sem sagt Satan sem deyddi Jesús, en það var skaparinn sjálfur, faðirinn, sem að reista hann síðan upp, og vegna þess að faðirinn reista hann upp sem höfundur lífsins, að þá lifir Jesús í dag, og hann að bjóða þér þennan kost að sem sagt að rísa upp í fyllingu tímas og búa með honum í ríki Guðs eilífð. Og þetta snýst allt þetta mál. Það snýst það að ég og þú, við komumst til Guðs í ríki hans og himnum. Svona miðbik stundarinnar þá munum við gera stutt hlé og hlusta á eitt fallegt lag. En við skulum núna lesa. Ég hérna með tölvu útskrift af nokkrum ritningalestrum sem að einmitt fjalla þetta efni sem að ég hér að fjalla sem Júdas, og þegar hann var að þegar Jesús var að svona tala til hans. Við vitum það að Jesús var Guð og hann vissi alla hluti, hann vissi, það kemur víða fram að hann vissi alveg hvað bærðist í hjörtum til að mynda lærisveinanna, og hann kemur oft fram með þetta sem að þeir voru að bærast, sem var að bærast þar á þess að þeir kannski hafðu hugmynd það að Jesús þekkti það vel. Og eins var með Júdas, að Jesús þekkti hann út og inn, og hann byrjar að tala til hans þegar það orðið ljóst að hann muni gera þetta sem hann síðar gerði. Við byrjum á því að við förum hérna í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls. En fyrirgefið, Guðspjöllin eru 4, ef að menn vita það ekki, þá eru þau 4, og það Mattheusar Guðspjall, Markusar Guðspjall, Lúkasar Guðspjall og svo Jóhannesar Guðspjall sem ég ætla hér að lesa upp. Við skulum bara byrja í 16. versinu, 13. kafla 16. versi, og þá hljómar þetta svona í Jesú nafni. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri, þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eruð sælir ef þér breyti eftir því. Þannig hann að segja okkur að vera hóvær og meta hvort annað meira en okkur sjálf. Því að í ríki Guðs þar engin stéttaskipting, þar bara menn og þeir hafa misjafnar stöður, en Guð hefur sett menn í allar þessar stöður. Þannig að ég eða þú, við skulum ekki hreykja okkur hvort yfir annan, hvort yfir aðra, vegna þess að Guð hefur sett hjörðina svo saman og hann virðir allar þessar stöður sem hann hefur sjálfur búið til. Og þetta vill hann líka að þú virðir, og þess vegna segir hann þetta hér. En svo í 18. versinu þá segir hann, ég tala ekki yður alla, ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningi verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæl sínum móti mér. Þarna eru svolítið merkilegi hlutir á ferð. Við heyrum alveg, ef við höfum hlustað eftir því hvernig hann setur þetta upp, þá heyrum við það að hann raunverulega þarna að tala til Júdasar Ískaríots. Hann, eins og ég sagði áðan, þá veit hann allt, hann þekkir alla hluti og hann byrjaður að impra á þessu við Júdas. Júdas, ég veit hvað þú ætlar að gera. Því að hann talar þannig, maður sem búin að ákveða þetta, það sem Júdas gerði, að það þarf engin maður að segja mér það að hann hafi verið svo grænn að hann hafi ekki fattað það að þetta var til hans talað. En forherðingin, takkið eftir því, að forherðingin hjá Júdasi var orðin slík að það var bara engu tauti við hann komandi. Hann var búinn að taka þessa ákvörðun að gera þessa hluti sem segir mér, og það segir kannski fleirum, og þannig var þetta að það voru ekkit allir sem að tóku neitt sérstakt mark á Jesú Kristi. Til dæmis þeir sem fóru fyrir í Ísraels landi á þessum tíma, Gyðingalandinu, að þeir hlustuðu ekkit á þennan mann. Hann var í þeirra augum bara einhver vandræði. Fyrir þeim var Jesús Kristur bara vandræðagangur. Því að hann kemur þarna með kenningu sem að raunverulega rústar öllu þeirra kerfi,
öllum fínum hefðarsætunum, öllum fínum stólunum. Þetta riðaði allt vegna þeirra orða sem hann talaði og hann var endalaust að benda þeim á það að þeir gengju ekki til að mynda samkvæmt lögmálinu. Þeir voru búin að breyta lögmálinu hér og þar og búa til setningar sem voru með öllu óskiljanlegar. Vissu mun ég ekki fara inn í það núna en gera það kannski síðar. En þetta kemur hann alveg inn í og við þekkjum söguna af því þegar til að mynda hann reiðist inn í kirkjuna, inn í bænahúsið og fer að þar að hendum stólum og borðum og bara reka alla út, sem segir mér það líka hvað Drottinn hefur átt til mikla djörfung að gera þetta þegar þarna var komin löng hefð á þessa hluti og þeir voru að mér skilst að selja þarna meðal annars fórnardýrin sem að menn komu með. Þeir voru hættir að reka þetta langan veg, heldur keyptu þeir þessi fórnardýr einmitt inn í þessum bænahúsum. En Jesús kemur þarna inn, rekur alla út og bannar mönnum meira að segja að bera hluti inn í húsinu og segir: gjörið ekki hús föður míns að ræningjabæli, bænahús föður míns að ræningjabæli. Hann vildi semst að menn kæmu þarna inn til þess að lofa Guð. Hann kom mikið og kom til þess að menn tækju stöðu sínu aftur og leyfðu orði Guðs að hljóma eins og það átti að hljóma. Hann vildi endurvekja þetta allt og svo kemur hann, þannig hann vildi semst uppfylla lögmálið og svo kemur hann með boðskapinn, með endurlausnina, með fyrirgefninguna, með náðina, sem fæst fyrir fyrirgefningu syndan og svo framvegis sem ekki var. Í dag er nóg fyrir mig að trúa á Jesú, koma til hans iðrandi og þá segir hann: ég mun fyrirgefa þér. En þetta var ekki áður. Þetta er nýji sáttmáli, kjarnin í nýja sáttmálunum. Hann sá þú þarft að trúa á Jesú og þá færði fyrirgefninguna. En sem sagt að það voru ekkert allir sem að hlustuð á Jesús og Júdas Ískariot, hann var einn af þeim. Og þetta segir mér það að hann sem sagt gat svikið Jesú vegna þess hann sá ekki þetta í honum. Hún fannst þetta hann ekkert vera neitt mjög merkilegu maður. Hefði hann fundist það hins vegar, þá hefði hann aldrei farið þessa leið að svíkja sjálfan Drottinn. En hann var einn af þeim 12 sem að ekki trúði á hann. Hinir 11 voru allir með það á hreinu hann væri sonur Guðs, en Júdas hann komst aldrei í þennan gír. En Júdas var samt bara maður. Hann var maður sem hafði allan rétt á því að frelsast eins og allir menn. En það verða allir að vilja frelsast og þú verður að vera með mjúkt hjarta einmitt til þess að þú getur frelsast. Og það er einmitt verk orðsins, það að mýkja þetta hjarta, en það gerist aðeins með því að einhver tali, eins og ég að tala til því núna, og það má segja það að ég sé kannski að plæja í einhver hjörtu vegna þess að það núna er einhver að hlusta sem að kannski hefur ekki svo mikið verið að hugsa þessa hluti, en svo verður það til þess að eitthvað sem ég segi að orðið fer að plæja í hans hjarta, mýkja upp moldina og til þess að það sé hægt að sá í. En það gerðist ekki með Júdas, hann bara sem sagt herti sitt hjarta eftir því sem hann heyrði meira á orðinu og eftir því sem hann sá meira af kraftaverkum sem Jesús gerði, sem ekki voru lítil. Hann var vitni af því þegar að Jesús reisti upp lama menn, þegar hann reisti fólk frá dauðum, því að hann var í þessum fylgdarliði Jesú Krist. Það getur því, hann var einn af þessum 12 og þeir voru yfirleitt alltaf með hann hvert sem að fór. Það segir líka frá því í orði Guðs, því hann vildi að þeir væru með sérstrákarnir, því hann tók þá alltaf afsíðis til þess að kenna þeim alveg sérstaklega. Það segir frá því í orði Guðs að hann hafi sem sagt tekið á afsíðis til þess að útlista fyrir þeim til að mynda þessum dæmisögum sem enginn skildi, ekki einu sér lærisveinarnir, þannig hann varð alltaf að taka þó til hliðar til þess að útskýra það sem að hann var að meina í þessum dæmisögum. Það voru þeirra forréttindi og Júdas var einn af þeim. Hann hafði þessi forréttindi en það komst ekkert inn. En svo þegar kemur að þeirri stundu að þetta er að verða alvaran í þessu, þá byrjar hann að tala sérstaklega til Júdas, en eins og við vorum að lesa í ráðan, við skulum bara lesa það aftur og lesa síðan aðeins meira. Hann semst að byrja að tala til Júdasar til þess að hann vakni, til þess að hann komist á þann stað að iðrast. Við lesum 18. versið aftur. Ég tala ekki yður alla, ég veit
hverja ég hef útvalið, en reikningi verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt, lyftir hæl sínum móti mér. Sem sagt þannig eru þeir saman og þeir eru komnir, og Jesús er búinn að fá það í anda sinna að Júdas sé búinn að svíkja hann og hafi ætlað að svíkja hann, en hann vill gefa honum tækifæri á því að eyðrast því hann mundi þá fyrirgefa honum. En þetta segir mér ekkert um það að Jesús hefði ekki verið krossfestur. Hann kom til þess að deyja, takið eftir því. Jesús Kristur kom í heiminn til þess að deyja, en hugsanlega gat það gert öðruvísi heldur en að hans innsti hringur brotnaði. En það gerðist einmitt með Jesú fyrirgefonu Júdasi, að hans innsti hringur, keðjan sem átti að vera strengt utanum hann til varnar, hún brast í sundur í miðjunni og sem sagt með því að Júdas sveik hann. Og hvað gerðist? Eins og gerist alltaf þegar keðja klikkar, að það opnast leið fyrir hinn vonda sem var ekki lengi og ekki seinna á sér að ná í þann sem hann ætlaði sér að ná, Jesú Kristi. En hann skildi það ekki að raunverulega var hann uppfylla áætlun Guðs. En fyrir Jesú Krist var þetta mjög sárt að einn af hans mönnum sem hann elskaði mest og sem hann þótti vænstum af öllum, það voru þessi 12 strákar sem hann gekk með, að þaðan skildi svikin koma. Það hlýtur að hafa verið honum mjög kært, eða fyrirgefið mjög sárt. Og við getum alveg skilið það, við skulum segja það við eigum vini og einn kannski okkar besti vinur, hann svíkur okkur. Við getum alveg sett okkur í spor Jesú Krist hvað þetta varðar, því að Jesú Kristur, hann var bara maður eins og ég og þú. Hann hafði allar tilfinningar sem ég hafði og hann hafði þetta allt sem ég hafði. Það kemur hvergi fram annað heldur en hann hafi verið maður að öllu leyti. Með allar þessar tilfinningar, og þess vegna getum við sagt það með alveg fullum fetum að Jesús skilur þig sem manneskju þegar þér líður illa, þegar þér líður vel, þegar þú ert í sorg, þegar þú ert í ástarsorg og hvað eina sem þú ert, vegna þess að hann var maður og hann upplifði alla þessa hluti. Þess vegna getum við alltaf bent á Jesú, því að það er gott að tala við þann, skiljiði, sem að skilur maður, sem hefur reynt það sama og ég hef reynt. Það er gott að geta lagt málinn fyrir slíkt fólk vegna þess að þá skiljum við hvort annað, þá förum við að tala sama mál, og þetta gerði Jesús. Hann upplifði þetta allt, hann reyndi þetta allt, hann reyndi hvað það er að vera hafnað, hann reyndi hvað það er að vera svikinn. Við erum að tala um það hér þegar Júdas sveik hann, einn af hans bestu vinum sveik hann, það geti því. Júdas var ekkert minna metin af Jesús heldur en hinni lærisveinarnir. Þegar Jesús fer ekki manngreinar áleit, hann gerir það ekki heldur í dag. Sannlega, sannlega segi ég yður, fyrir ekki við skulum fara í 19. vers, ég segi yður þetta núna, áður en það verður, svo þið trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Þannig er hann að árétta það að hann er sonur Guðs. Þeir þurfi ekkert að vera neitt lengur að efast um það, heldur hann er sonur Guðs, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þannig er hann líka að tala til Júdasar, alveg eins og hinna strákana, því hann vildi sjá þennan mann iðrast. Hann vildi sjá þennan mann snúa af þessari braut sem að hann var komin á. Hann vildi fá að fyrirgefa honum. En hart hjarta er óskaplegt vopn í sjálfu sér, og hart hjarta er bara eins og steinn. Þú kastar vatni á stein, það rekkur af steininum og það síast getur ropið inn, og þannig virðist hjarta Júdasar hafa verið. Hart eins og steinin, eins og þú skvettir vatni á gæs, eins og stundum er sagt, það bara rekkur af, legur í burtu og það fyrir ekkert inn. Hún er komið með vörn utan á sig, gæsin, fituvörn, og sumir eru með vörn utan á sitt hjarta gegn Guðs orði, og það fyrir ekkert að því inn. Og þegar Guðs orð nær ekki því marki sínu að mýkja hjartað, hvað gerist? Það herðist innan frá og það kemur skurn innan á það, og hún verður æð þykkari
það er ekki nokkur einasta leið að tunga manni til og þannig var Júdas orðin. Það var ekki orðið nokkur einasta leið að tunga hann til en Jesús gerði allt sem hann gat til þess að komast að honum. En er ekki Guð almáttugur? Jú, en Guð er kærleikur. Hann tekur ekki fram í fyrir vilja þinn. Þú hefur alltaf þinn vilja. Þú getur alltaf valið hvað og hvenar sem þú vilt. Þess vegna er orð Guðs svo nauðsynlegt að það fræðir þig og það er fræðslan sem að fer í hjartað sem er möguleiki á því að breyta þar einhverju. En eins og segir á öðrum stað, þegar að Satan þú heyrir orðið og þú gerir ekkert með þetta orð, þá kemur Satan og stelur því í burtu og svo þegar þú vilt kannski fara að kafa í orðið, þá er ekki til þess að kafa í vegna þess að það er farið að búa að stela því frá þér. Láttu Satan aldrei stela frá þér Guðs orði, en hann mun reyna það. Hann mun reyna það þegar þú gerir ekkert með það, þegar þú fer strax að hugsa eitthvað allt annað heldur þú átt að vera að hugsa Og það er nákvæmlega það sem að Júdas gerði, hann var farin að hugsa allt annað heldur en hann átti að hugsa Hann var farin að hugsa þessa aura sem hann hugsalega gat fengið fyrir það að svíkja Jesú og hvað voru þeir miklir þeir peningar? 30 silfurpeningar. Og ég fór að kanna þetta mál, ég veit reyndar ekki hvað 30 silfurpeningar eru mikið, en ég veit það samt og hygg að ég færi með rétt mál þar, að það hafi ekki verið mjög miklir eða stórar upphæðir. Þannig að það verð sem að Júdas var tilbúin til þess að fá greitt fyrir þennan vin sinn, það voru ekki stórar upphæðir. En Jesús gaf honum séns á að iðrast og við erum að lesa það hér. Hann er að tala svona utan af því þessu máli vegna þess að hann vildi sjá þennan strák vin sinn iðrast. En það tókst ekki og því fór sem fór. Og við skulum núna lesa 20. versið. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér. Og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sendi mig. Hann er enn á eftir að árétta það við þá og þar með Júdas hver hann er. Sonur Guðs. Þegar Jesús hafði sagt þetta varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði honum beinum orðum, sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Þarna kemur það mjög skýrt fram sem að ég var að tala áðan, að það hlýtur að vera afskaplega sárt fyrir hann að upplifa það að hans eigin menn svikan. Og það kemur bara fram hér. Já, býtu við, varð honum mjög þungt hjarta. Þarna lesum við 21. versi 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þannig þetta lítur að vera mjög sárt fyrir hann að upplifa það að hans eigin menn sem sagt voru þeir sem að koma honum undir manna hendur. En þetta gerðist því einn úr hópnum, hann var nógu forrættur til þess að geta gert þetta. En núna skulum við gera hlé, við skulum hlusta á eitt lag og svo komum við inn aftur og höldum áfram með þetta stórmerkilega efni í Jesú nafni. Amen. May the angels protect you, trouble neglect you, in heaven accept you when it's time to go home. May you always have plenty, your glass never empty, know in your belly you're never alone. May your tears come from laughing, you find friends worth having, with every year passing and be more than gold. May you win but stay humble, smile more than grumble, and know when you stumble you're never alone. Never alone, never alone. I'll be in every beat of your heart when you face the unknown. Wherever you fly, this isn't goodbye.
promise I will never. I'm not gonna promise that the cold winds won't blow. So when hard times have found you and your fears surround you, wrap my love around you. You're never alone. Never alone. Never alone. I'll be in every beat of your heart when you face the unknown. Wherever you fly, this isn't goodbye. My love will follow you, stay with you, baby. You're never alone. May the angels protect you, trouble neglect you, and heaven accept you. And it's time to go home. And when hard times have found you and your fears surround you, wrap my love around you. You're never alone. Never alone. Never alone. I'll be in every beat of your heart when you face the unknown. Wherever you fly, this isn't goodbye. My love will follow you, stay with you, baby. You're never alone. My love will follow you, stay with you, baby. You're never alone. Já, þá getum við áhrundur. Við höldum áfram þar sem frá var horfið. Og ef þið hafi hlustað á kristilega músík upp á síðkastið, þá má heyra það að það er mikil gróska í kristilegri músík í dag. Mér finnst Drottinn vera svona að breyta svo litið áherslunum, það er komið svona meiri svona rock inn í þetta, en við skulum kannski ekki endilega fara inn í þá sálmafrekar, en það sem að við vorum semst höfum verið að tala hér um það þegar Drottinn var svikinn og vorum að lesa um það ritningastaði þar sem að Drottinn er semst að beina orðum sínum að svikaranum, að Júdasi, því hann vildi fá að fyrirgefa hann, hann vildi semst að fá hann til þess að iðrast, hann vildi að hann sneri af þessari braut sjálfra sín vegna og fyrir hann líka vegna þess að hún þótti vænt þessa stráka. Það kemur víða fram að hann var hirðir þeirra og hann vildi hafa þá. En hann vissi líka að það var ekki takt að tjónka við þennan mann, en hann varð að reyna það. Hann varð að gefa honum séns á því að iðrast, og þannig er það að það fá allir menn séns á því að játa Jesú, koma til Jesú sem iðrandi syndarar. Júdas varð líka að fá þetta tækifæri, og svo var það líka það að Jesús fór ekki manngreinar álit. Jafnvel þó hann vissi allt, þó hann vissi það að þessi maður væri sá sem að myndi á endanum svíkjan, að þá vildi hann ekki að hann ásakaði hann aldrei. Það kemur ekki til greina, þú lest að hvergi í orði Guðs að Jesús Kristur hafi ásakað hann. Og hann nefndi þetta ekki við nokkurn mann, því að eins og við vorum að lesa þetta áðan að þá þeir skildu ekki hvers vegna hann talaði svona eins og hann talaði, vegna þess að þeir vissu ekkit annað heldur en þessi hópur, 12 manna hópur sem að þeir tilherðu í lærisveinarnir, að þetta væru allt saman heilsteiktir menn, og Júdas var bara einn af þeim og þeir vissu ekkit það sem hann var að gera. Það kemur fram að hann var þjófur, hann hirti það sem að var sett í pingjuna fyrir sjálfan sig. Kannski var hann þetta drykkjumaður, kannski var hann að dópa og drekka fyrir þessa peninga, eða hann virtist ekki, hann var falskur þessi maður, kemur greinilega fram að hann hefur verið það. En Jesús vildi að hann iðraðist, hann vildi fá tækifæri til þess að beina honum af þessari braut, og þess vegna talar hann með þeim hætti sem hann talar, og við erum hér að lesa um það. Við skulum núna vinda okkur inn
inn í Mattheus og Guðspjall, förum í 27. vers og byrjum líklega bara í 27. kapla og förum í 18-20. vers. En Guðspjöllin þau greina nú töluvert líkt frá þessum atburðum öllum en þó ekki alveg eins. En ég hef nú valið þá leið að lesa þetta bara, þó þetta sé kannski líkt hvað öðru. Því að mér finnst þetta mjög merkilegt hvernig hann talar við þennan mann og hvernig hann talar stundum við okkur til þess að gefa okkur færi á því að iðrast, því hann vill að iðrunin okkar hún komi innan frá. Hann vill semst að þegar hún kemur innan frá þá það vegna þess að við höfum vaknað af einhverjum dvala og höfum séð að okkur og séð eftir því sem við ætluðum að fara að gera, og þegar við hættum við eitthvað áður en það gert, þá erum við raunverulega að afstýra stórum slysum. Þegar við loksins keyrum í sjálfa okkur og hættum við að gera einhverja bombertur, þá við getum verið þvílíkir sigurvegar á eftir. Þetta svo stórkostlegt að upplifa það að hætta við einhvern bomber sem við vorum að fara að gera. En það ekki alltaf sem við okkur ber gæfu til þess að hætta við áður en af staðir farið, heldur framkvæmum við og fáum svo bara allan skellin yfir okkur af öllum sínum þunga og krafti sem því fylgir. Þannig sjáu þið blessunina í því þegar að til dæmis orð Guðs nærði að snú okkur þannig að við framkvæmum ekki vitleyssuna. Og það var nákvæmlega þetta sem að Júdas var að raunverulega upplifa þó hann meðtæki þetta ekkit, vegna þess að þessi maður var bara illmenni í hjartanu. Hann var grimmur, hann var vondur, þetta var bara vondur maður og sumir eru vondir menn. En það engin svo vondur að Guð hafna honum fyrirfram. Það maðurinn sjálfur sem neitar að meðtaka Jesús sem frelsarann sinn, sem einhvað sem getur leyst hann. Og það þetta sem að Júdas raunverulega að upplifa þarna, það þetta sem að Jesús að reyna að ná til hans með. Hann vill vekja hann til lífgu, hann vill lífga hennar mann við. Og þess vegna talar hann eins og hann talar, og við skulum lesa meira. Ég var sem sagt komin hérna með Mattheus og Guðspjall, 27. kaplan, og við skulum lesa frá og með, í þessu lotu, skulum lesa bara frá og með 20. versi. Kvöldið sat hann til borðs með þeim 12. Þegar þetta komið sögunar, þá svona farið að síga að þeim atburðum sem yrðu síðan til þess að hann var krossfestur, og Júdas sennilega búinn að tala við æðstumennina og prestana og jafnvel búinn að fá greidda þessar 30 silfurpeninga sem hann fékk fyrir það að svíkja Jesú. Og þegar Jesús verður þessa áskynja, þá byrjar hann að tala til hans þessum orðum sem við höfum verið hér að lesa, til þess að vekja hann. En það þýddi ekki. Júdas, hann lét ekki vekja sig. Hann ætlaði bara að sofa og halda þessu óþrifaverki sínu áfram. Og hann gerði það allt til enda. Í 20. versi, 1. versi hljómar þetta svona, og þeir mötuðu, sagði hann: Sannlega segi yður, einn af yður mun svíkja mig. Þarna var bara eftir að segja: Júdas, þú ætlar að svíkja mig. Þannig hann sagði það ekki, hann valdi að fara öðruvísi á honum. Einn af yður mun svíkja mig, segir hann. Hann vildi að þessi maður stæði sjálfur upp og kemi og segði við hann: Drottinn minn, fyrirgefðu. Ég sé eftir því að hafa ráðið þér að hugsa slíkt þig. Eftir þessu var hann að bíða, en þetta svar kom aldrei frá honum, og hann að bíða eftir þér, vinnur. Hann að bíða eftir þér, kannski búin að vera að bíða lengi eftir þér. Nú rétti tíminn til þess að stíga þetta skref fram og segja við hann: Hér ég, Drottinn, fyrirgefðu mér hvernig ég hef talað þig og hvernig ég hef framkvæmt við vini mína og náungan. Núna vil ég láta af þessu. Þetta vill hann heyra, og þetta vildi hann heyra frá þessum manni, alveg svo þér og mér. Þeir urðu mjög hryggir og sögðu við hann einn af öðrum: Ekki það ég, herra? Hann svaraði þeim: Sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann ritað, en veið þeim manni sem því veldur, að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Sjáu þið hvernig hann tekur þarna til orða. Hann að fara að brýna í liti röstina
Hann segir bara við hópinn, en vissi samt alltaf við hvernig hann var að tala, því að Guð vissi allt, Jesús vissi allt, hann var Guð. Hann vissi, hann var ekkert að njósna neitt Júdas, en hann bara vissi hvað bærðist í hjarta hans, og hann veit hvað bærist í þínu hjarta. Og þess vegna talar hann við Júdas eins og hann talaði, því hann, eins og ég sagði að hann hefði verið að impra hér á aftur og aftur, hann vildi vekja hann af þyrnirósa svefninu sem hann var haldinn af. Það eru svo margir vinir sem eru haldnir af þyrnirósa svefni, eru krumpaðir og sljóir af deyfð og depurð, og bara sofa, doka, dorma, neita að vakna, neita að horfa á staðreyndir, neita að láta orð Guðs vinna í sínu hjarta til lausnar, lækningar og lífs, eins og Júdas. Hann neitaði að horfa á Jesús sem son Guðs, og forherðingin var komin yfir hann, og hann gat vegna forherðingarinnar svikið Jesú Krist. Hann gat svikið þennan besta vin sinn fyrir litlar upphæðir, 30 silfurpeninga, sem að ég, eins og ég sagði áðan, ég veit ekki hvað mikið peningar það voru, en þetta voru ekki íkja háar upphæðir. Þykist ég vita. Í 25. versi stendur skrifað, við erum ennþá í Mattheus og Guðspjalli, en Júdas sem sveik hann sagði, Rabbi, ekki er það ég. Jesús svaraði, þú sagðir það. Það skildi enginn segja það Jesús að Jesús hafi ásakað hann. Hann gerði það ekki, hann gaf honum mörg tækifæri á því að iðrast, en hann ásakaði hann aldrei. En Júdas sem segir mér það að hann vissi að það var verið að tala við sig. Ekki er það ég, Herra. Þú sagðir það, sagði Jesús, ég hef aldrei sagt það. Svona var Jesús. Hann ásakaði aldrei nokkurn mann neinstaðar. Það eru hvergi til sagnir það að Jesús Kristur hafi ásakað fólk. Það eru hvergi til sagnir það að Jesús Kristur hafi staðið í orðaþrætum við fólk. Nei, hann gerði það aldrei. Hann kom ekki í heiminn til þess. Hann kom í heiminn í einum tilgangi. Hann kom í heiminn til þess að fræða fólkið og til þess að deyja fyrir það. En hann sagði, vei þeim manni sem því veldur að mannssonur verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Já, vinir, það var sárt fyrir hann að upplifa það að hans innsti hringur klikkaði. Og það er þannig í dag líka, vinir, að við erum ennþá að glíma raunverulega á sama vettvangi, að það er innsti hringurinn í kirkjun í dag sem er ráðist á, og hann, ef eitthvað klikkar, þá klikkar innsti hringurinn, og hvað gerist þá? Nákvæmlega það sama og hjá Jesús, það opnast leið fyrir hinn vonda, og það verður ráðist á pastorinn, og Satan veit það að með pastornum fellur kirkjan. Hann hefur það eitt að markmiði að fella kirkjuna vegna þess að kirkjan, biðjandi kirkja, lifandi kirkja, kirkja með kröftut orð, eins og sem betur fer víða má finna hér á Íslandi, hún reisir óvinnunum skorður sem að stoppar hann af með sín ilsku verk. Hann er með pottþétta áætlun það að ná þér, en áður en til þess kemur, þá knýr Jesú Kristur einhvern af sínu fólki á hnén, og þú ferð að biðja bænir, og þessi maður og kona kemur upp í hugan, eða þessi kirkja, og spjót lögin, þau geiga og fara framhjá. Þannig að þú skalt ekki vera hiss á því, þó að Satan beini spjóti sínum alltaf að kirkjunni, og sérstaklega þeim sem fer fyrir. Það gerði hann með lærisveinana. Hann vildi komast að lærisveinunum. Hann vildi fella, það þurfti ekki nema einn til þess að fella lærisveinana, og það gerðist. Júdas var sá maður, hann var nógu forartur, hann var nógu illur, hann var nógu, mikill heimsins maður til þess
og það opnaðist leið að Jesú og skaðinn var skeður. Já, eins og ég sagði áðan, þá deyddi Satan Jesús, en Guð reist hann síðan upp. Guð er höfundur lífsins og þennan höfund raunverulega er ég að boða þér hér. Sagan Júdas er saga mannkynsins sem ekki þekkir Jesús. Sagan Júdas er raunverulega sagan það hvernig mannfólki getur orðið þegar það forherði hjarta sitt og ílskan tekur völdin, að þá verður ílskan nánast takmarkalaus. Við sjáum þess merki bara út í heiminum í dag. Við sjáum það hvernig bara til að mynda þessi hryðjuverkamenn haga sér, hvernig þeir sína slíkt miskunnarleysi að allt venjulegt fólk það stendur bara gapandi. En þetta er ekkert sem þarf að koma okkur óvart. Sagan hefur sýnt okkur þetta í gegnum alla tíðina, þegar orð Guðs næri ekki í hjarta mannsins til þess að breyta því, til þess að milda það, til þess að plæja það upp, til þess að viðkomandi fara að sjá fólk með augum drottins Jesú Kristi kærleika hans, þá er þetta sem gerist. Þetta er sagan hans Júdasar og þetta er sagan okkar allra sem ekki þekkjum Jesú Krist. Ég var sjálfur með mjög hart hjarta áður en ég kynntist Jesú Kristi. Ég er ekki sami maður og ég var, það get ég alveg fullyrt hverjum sem hlustar. Ég er breyttur maður í dag, ég er maðurinn í dag sem get grátið yfir því sem ég sé, yfir eindinni. Og ég er stoltur af því, en fyrir 20 árum síðan þá grét ég ekki yfir neinu nema þá kannski sjálfur mér, að því mér fannst ég hafa það svo skítt sjálfur. En Júdas sem sveik hann sagði, Rabbi, ekki er það ég. Jesús svaraði, þú sagðir það. Þetta er mjög, finnst mér góður boðskapur, hvernig Jesús svarar honum, þú sagðir það, ekki ég. Já, við skulum halda áfram fletta í orðinu og lesa af þessum blöðum sem ég prentaði út í tölvunni minni. Við skulum halda áfram í Matteusar Guðspjalli og byrja á 1. versi. Þegar Jesús hafði lokið öllu þessum orðum, sagði hann við lærisveina sína, þér vitið að eftir 2 daga eru páskar, þá verður mannssonur framseldur til krossfestingar. Og í 3. versi, æðstu prestarnir og öldungar lýðsins söfnuðust nú saman í höll æðsta prestsins Kafías hét og réðu með sér að handsama Jesús með svikum og taka hann að lífi. Þarna eru sem sagt æðstu menn í þessu landi, í þessu ríki, hjá þessum yndislegri þjóð Ísraelsmönnum. Við elskum Ísraelsmenn og við biðjum alveg sérstaklega fyrir þeim. Við erum ekkert að ásaka þá eitt eða neitt, heldur erum við bara að tala sögun eins og hún var. Þeir tóku ekki við Jesús sem frelsara sínum og þeir deyddu hann. Hans fólk þekkti hann ekki og deyddu hann. Og þannig er þessi maður orðin slíkt skaðræði og slíkur vandræðagangur fyrir þessa menn að það var ekki eitt til ráða. Það var bara að losa sig við hann. Og því miður fyrir þá, segi ég, að þeir höfðu ekkert á hann. Því að Jesús var vammlaus maður, hann var flekklaus maður, hann var syndlaus maður. Þeir gátu ekkert ásakaðan fyrir nokkra hlutar sakir, en hvað gerðu þeir þá? Það sem illir menn gera, þeir ljúga upp á hann. Þeir bara fá einhvern sem er jafn slæmur og þeir sjálfur eru til þess að ljúga upp á hann, til þess að koma upp hann, til þess að svíkja hann. Og þeir byrja að láta þetta berast út. Og Júdas fær pata af þessu, herða þarna megin og kannski ná sér í ykkur aura. Já, ég geri það bara, ég svíka hann bara. Ég fæ ykkur að aura fyrir það, ég get fengið mér eina bokka eða 2 kannski, eitthvað svoleiðis, ég get verið fullur í viku, ef ég er heppinn. Gæti hann hafa sagt, ég veit ekki hvort hann drakk vín eða ekki hvað, en ég vissi bara það, og það kemur fram að hann var óheiðalegur. Og hann þurfti fé, hann hirti allt fé sem kom í pingjuna, öll samskotin sem að hann fekk, þeir fengu, að hann sem sagt notaði það fyrir sjálfan sig, allavega einhvern hluta af því, kannski allt.
En hann sem sagt fer þarna, þegar þetta er orðið opinskáttað eða sem sagt fer að berast út að þetta sé möguleiki á því, að þá fer Júdas að leggja saman 2 og 2 og út kemur 4 og hann sér það að hann geta náð sér í ykkur aura. Og sem segir mér enn og aftur það að Jesús var ekki hátt skrifaður hjá honum. Kannski var engin maður hátt skrifaður hjá honum, en Jesús var það ekki heldur. Og býðið nú hæg, við skulum finna þarna, við skulum lesa hérna, reyna að lesa þetta í einhverju röð, en það kannski gengur ekki alveg hjá mér, en það kemur þó bara ljós. Já, býtu við, hérna kemur það. Fyrir gefið að maður er svona að reyna að finna þetta eru nokkar í staði þannig að ég reyna að leita þessu, en í 14. versi 27. kafla stendur: Þá fór einn þeirra 12 Júdas Ískaríota nafni til æðstu prestana og sagði: Hvað viljið þér gefa mér fyrir að framselja yður Jesús? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Upp frá þessu leitaðan færis að framselja hann. Ég reikna með að það er bara verið kátt í höllinni þegar hérna kemur sögunar. Maður, við erum búin að ná honum, hafa það sagt, hvernig er hann? Við fengum einn af hans innsta hring til þess að svíkja hann. Flott! Það gæti ekki verið betra. Og Júdas byrjar þarna að reyna að upphugsa leiðir til þess að koma honum undir manna hendur. Hann vissi hvar þeir voru, kannski voru þeir á einhvern felustöðum, það er alveg möguleiki á því að það kemur víða fram að Jesús hafði þvílíkt aðdráttarafl á fólk að hvar sem hann kom að þar fylltust allar götur og það fylltust öll hús og það bara hann hafði hvergi nokkuð staði frið, þannig að það er mjög líklegt að þeir hafa átt sér einhverja leynistaði sem enginn vissi nema þeir og þar sem þeir gátu haft næði til þess að Jesús gæti kennt þeim og þar sem þeir gætu átt svona stundir fyrir sjálfa sig sem er svona mynd upp á það að við þurfum stundum að taka okkur frá til þess að geta átt næði svona til þess að byggjast upp í Jesú nafni. Hann sem að byrjar að leita þarna færis á að svíkja Jesús og hann vissi hvar hann var, hann vissi hvar þeir héldu sig, þannig að hann var bara að bíða eftir því að fá rétta tækifæri til þess að geta gert fullkomna þessa ósvinu sína sem hann var búinn að ákveða. En ég sé það að tíminn er að vera búinn, en ég verð að fara að ljúka þessu. Í Markúsarguðspjalli 14. kafla þegar 43 til 46 stendur: Leið meðan hann var enn að tala kemur Júdas einn þeirra 12 og með honum flokkur manna frá æðstu prestunum, fræðimönnunum og öldungunum og höfðu þeir sverð og baræfli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks: Sá sem ég kyssi, hann er það, takið hann höndum og farið brott í tryggri vörslu. Það er verið að nota réttu orðin eins og sæmir svikara. Hann kemur, gengur beint að Jesú og segir Rabbi og kyssti hann. En hinir lögðu hendur á hann og tóku hann. Júdas þekkti Jesús að sjálfsögðu, vissi alveg hvernig hann leit út. En þetta segir mér líka og getur sagt þér það líka að hermenni til að mynda þeir hafi ekkert vita hver þessi maður var. Og þess vegna segir Júdas þetta raunverulega við þá: Strákar mínir, fylgist þið bara með mér, ég geng beint að þeim manni sem þið eigi að taka og kissa hann. Og þann sem ég kissi, þann mann skuluð þið taka. Það er Jesús Kristur sem að ég hef framselt og sem að þeir gyðingarnir vilja fá til sín. Já, vinnir, svo náttúrulega hann er þarna tekinn og við þekkjum síðan söguna. Hann var dæmdur þarna í einhverjum sýndarréttarhöldum og neldur á kross. En Jesús gaf honum allan séns á því að snúa við. En þegar að Júdas, taki eftir einu sem er mjög merkilegt, þegar að Júdas sér það að Jesús er saklaus, þá líkst upp fyrir honum hver hann var. Og hann iðraðist. En ekki sjálfum sér til góðs, heldur fór hann og hengdi sig.
Pétur hins vegar sem sveik Jesús líka þegar hann í garðinum og þernan kemur að honum, gerði hið gagnstæða, hann iðraðist og fór að gráta og gekk aftur til Jesús og Jesús sett hann á þann stall sem hann vildi að hann væri á. Hann sagði, Pétur, þú ert kletturinn sem ég ætla að byggja kirkju mína á, en samt sveik hann alveg eins og Júdas, en munurinn á Júdasi og honum sá að Pétur iðraðist til blessunar fyrir sjálfan sig. Hann kom til Jesús en hinn ekki. Vinir, við látum þessu lokið. Það hefur verið ánægilegt að fá að spjalla við ykkur þetta mál og ég trúi því að menn hafi fengið blessun að. Ég allavega fekk mikla blessun. Ég verð hér með fleiri svona pistla ef að Guð lofar. Ég kveð ykkur vinir, Jesú blessaða nafni. Amen. Til þess að ná þeim sem fer fyrir. Hann veit það að með þeim sem fer fyrir fellur kirkjan. Hann hefur það eitt markmið að kirkjan falli. Af hverju? Vegna þess að það eina aflið í þessum við heimi sem að reisir honum skorður, sem fellir þau áform sem hann hefur. Það kirkjan, það krjúpandi og biðjandi manneskja sem hluti af kirkju. Þess vegna ræðst hann alltaf á það sem að reisir honum skorður og hindrar hann í sínum ilsku verkum. Þannig vinnur Satan. Þannig hefur hann unnið og vinnur enn til dagsins í dag. Hann vinnur þetta alltaf eins. Og hann á marga hér í dag. Ekki þú vera einn af honum, hans mönnum. Farðu yfir til Jesú, hann að bjóða þér það núna. Hann vill á að taki við sér og gangir í hans flokk og lærir af honum og verður vitur manneskja í Jesú nafni. En ég sé að tíminn útrunnin. Það er ánægilegt að fá að tala þetta til ykkar og ég trúi því að margir séu ýmsu fróðari hvað hvernig Biblían talar hlutina. Og við þurfum að vitna alltaf í hana þegar við erum að flytja Guðs orð, því að það hún sem að virkar, hún grunnurinn að öllu okkar trúarlífi og við þurfum að vita hvað hún hefur málið að segja. En það ekki oft sem menn tala þennan punkt, en mér fannst Drottinn benda mér á að gera það, allavega í þetta skiptið og ég trúi því að það hafi hitt í mark, því að Guð með. Ég kveð ykkur vinir og Guð blessi ykkur daginn. Ég vil færa þér eitt blóm og blaður gefa. Ég vil gefa þér mín smyrsl á opinn sál. Ég vil gefa þér það allra besta. Ég vil gefa þér það eina sem ég hef. En ef tónlist það eina sem þú þráir og það eina sem þú telur mikilvægt, lífið sem þú lifir einskis verð. Viltu eignast þetta blessaða blóm frá Jesú? Það blóðrautt því það vex við krossins fót. Ef til vill þín augu fyllast tárum og hann sér þú segir já og tekur mót. En ef það sem Jesús gerði ekkert gildir og gjafir hans og ástir fær snert, þá jörðin dauð og dómur
það blóðrautt, því það vex við krossins fót. Ef til við þín augu fyllast tárum og hann sér þú segir já og tekur mót. En ef það sem Jesús gerði ekkert gildi og gjafir hans og allt þitt færist snert, þá jörðin dauð og dofin sem þitt hjarta. Þá lífið sem þú lifir einskis verð. Já, þá